framseldir og allt með honum gafst fyrir mig. Hann sem upprisin og setur þér á hægri hönd, hann sem biður fyrir mér. Við hvorki dauðinn né líf, hvorki englar né tignir geta gert mig viðskila við kærleika þinn Guð. Hvorki hæð né dýrð, hvorki þjáning né þrenging geta gert mig viðskila við þig. Syngjum fyrsta versið aftur. Guð, ég lofa þig fyrir son þinn Jesú Krist, sem þú framseldir og allt með honum gafst fyrir mig. Hann sem upprisin og setur þér á hægri hönd, hann sem biður fyrir mér. Því hvorki dauðinn né líf, hvorki englar né tignir geta gert mig viðskila við kærleika þinn Guð. Hvorki hæð né dýrð, hvorki þjáning né þrenging geta gert mig viðskila við þig. Því hvorki dauðinn né líf, hvorki englar né tignir geta gert mig viðskila við kærleika þinn Guð. Hvorki hæð né dýrð, hvorki þjáning né þrenging geta gert mig viðskila við þig. Geta gert mig viðskila við þig. Geta gert mig Viðskila við þig. Amen. Amen. Það er svo sannarlega rétt, hvorki dauðinn né líf, hvorki englar né tignir geta gert mig viðskila við kærleika þinn Guð. Það er gott að halda í það. Amen. Yndislegur sumardagur. Við elskum sumarið á Íslandi þau. Þannig að maður nýtur bara hvers einasta dags. Það komir hérna lifandi vatn. Má lækka þetta aðeins. Já, og þetta orð sem ég er að tala til ykkar núna, það var til þannig daginn að ég var að lesa í Rómverjabréfinu 4. kafla og hann Abraham, 4. kafli 20. vers, hvernig hann gjörði styrkur í trúnni. Og þá fór ég að lesa í Mósebókunum og datt niður á að lesa bara 18. kaflan og 19. kaflan í fyrstu Mósebók, 12. kaflan, 13. kaflan, 14. kaflan og ég fór að rannsaka allt þetta með Abraham og viti menn að ég komst að því að þetta er kannski ekki ólíkt sem var að gerast þá og á okkar dögum. En
Rómverjabréfi 4:20 segir að hann gjörði styrkur í trúnni, og þegar ég var að huglega þetta vers að verða styrkur í trúnni, þá það einhver sem dregur kraft sinn frá einhverjum öðrum eða frá Guði í þessu tilfelli. Abraham segir í 4. kaflanum aðeins á undan að hann var réttlættur fyrir trú, en síðan gerðist hann styrkur í trúnni, og það munur á því að vera réttlættur fyrir trú eða vera sterkur í trú. Þú getur verið réttlættur fyrir trú, en það þýðir ekki endilega að þú sér sterkur í trú. Og það í raun og veru lærði ég þegar ég fór að lesa þessa kafla hann Lot og Abraham, að það var geysilegu munur á Lot og Abraham. Báðir voru réttlættir, en annar þeirra var maður trúarinnar. Og mér langar að lesa hérna þar sem hann, þegar við förum að tala þarna, það sem gerðist í Mósebókunum, þá segja margir, ok, þetta eru 6.000 ár síðan og þetta er ekkert, ég meina, þetta er löngu gleymt. En það er svolítið merkilegt að Jesús Kristur, hann vitnar í þessa tíma. Í Lúkas 17, þá segir hann svona að eins og var á dögum Nóa, svo mun verða á dögum Mannssonarins. Menn átu og drukku, kvæntu skiptust, allt til þess dags Nói gekk í örkina. Flóðið kom og tortímdi öllum. Eins var og á dögum Lots. Menn átu og drukku, keyptu og seldu, gróðusettu og byggðu. En daginn sem Lot fór út úr Sódómu rigndi eldi og brennistein af himni og tortímdu öllum. Eins mun verða á þeim degi Mannssonurinn opinberast. Svo segir Jesús, kemur hann með þetta, minniskonu Lots. Þannig að hann segir að það muni verða eins, og það sem ég séð að við erum líka eta og drekka og við erum óskup ugglaus og okkur finnst aldrei neitt geta gerst. Það er gott að slökkva á símónum. Það er mjög góður vani að slökkva á símónum þegar við komum á samkomum, og þá truflar það ekki mig og ekki þig. Hvar vorum við? Það mun verða eins, og nokkuð skilaboð í símanum hvar ég væri. Það mun verða eins á dögum Lots, eins á dögum Nóa, og eins á þeim dögum sem Mannssonurinn opinberast. Og málið þetta var Lúkas 17, og þetta var frá versi 26 sem ég var að lesa, og ég endaði í versi 31. Mun verða á þeim degi Mannssonurinn opinberast. Og ég var að hugsa, eins mun verða á þeim degi sem Mannssonurinn opinberast, og hvað gerist þá? Já, Jesús segir að það á eitthvað eftir að gerast. Í trúarjátningun okkar, sem mjög fáir kunna, þar talað hann sem kemur til að dæma lifendur og dauða. Margir fara með þetta, en þeir þetta bara þula, þeir segja þessi orð án þess að hugurinn taki það og því síðu hjartað skilji það. En menn stundum förum við með rullur án þess að vita hvað við erum að segja. Þannig að Abraham, hann gerði styrkur í trúnni. Og þegar ég las þetta í Rómverjabréfinu, þá sá ég að það var líka skrifað til okkar, að Abraham hefði gert styrkur í trúnni, og það sem Abraham gerði, það líka ritað fyrir okkur. Hins vegar það sem Lot gerði, það ekki endilega ritað fyrir okkur. Við erum ekki að breyta eftir því. Og það er mjög interessant að bera saman líf þessara manna sem voru frændur. Lot var bróðursonur Abrahams, en það segir, hann gerði styrkur í trúnni, og í kaflanum í Rómverjabréfinu þá að tala að það var í sambandi við Söru og Ísak að þau gætu eignast barn svona gömul sem var kraftaverk út af fyrir sig. En
tímarnir sem Abraham lifði á, borgirnar þarna borgin sem hann bjó nálægt, önnur hét Sódóma, hinn hét Gómóra, ein hét Adma, Seobím hét önnur. Það voru 4 borgir sem fórust í eldi. Biblían nefnir bara 2, en þegar við skyggnumst inn í það, þá getum við séð að þær voru 4. Júdas talar borgirnar, og þegar þú fer að rannsaka þá sérðu hvaða borgir þetta eru. Og mér fannst það mjög interessant, en þetta líka talað til okkar. Og það ein ritning vegna þess að það sem ég langar að tala í dag Abraham og Lot. Ég langar að bera saman líf þeirra, svo langar mig líka að bara leyfa orði Guðs að sýna ykkur borgina Sódómu. Og það lítið talað Gómoru, en sem sagt, við fáum að skyggnast inn í Sódómu þegar að englarnir koma til Sódómu. Þá sjáum við hvað að gerast í þessari borg. Og það ein ritning í Pétursbréfinu, og hún mjög í takt við trúarjátninguna okkar. Þetta 2. Pétursbréf 2:6, 2. Pétursbréf 2:6. Ég veit ekki hvor okkar verður á undan að finna það. 2. Pétursbréf 2:6, þar segir, það enginn að flýta sig hvort þið Hann brendi borgirnar Sódóm og Gómoru til ösku, dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvörunar þeim síðar lifðu óguðlega. Hann dæmdi borgirnar Sódóm og Gómoru til ösku, dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvörunar þeim síðar lifa óguðlega. Þannig að það viðvörun. Jesús endurtók þessa viðvörun og hann sagði minnist konu Lots, og það viðvörun til fólks í dag í orði Guðs sem velur það að lifa óguðlega. Það komin viðvörun, við höfum verið vöruð við, en eins og við lesum í orðskviðunum að þá var vandamál með son og faðir að hann var að kenna syni sínum að þýðast viðvörun. Það eitt að heyra viðvörun, annað að þýðast hana. Þegar við sjáum viðvaranir, það eitt að heyra þær, sjá þær eða gera eins og viðvörunin segir. Þannig að þessi ritning hér, hún segir okkur að þessar borgir og það sem áður ritað, að það sé ritað til þess að vara fólk við svo það fari ekki í sama farvegin aftur. Og ef við lítum aðeins aftur á líf Abrahams, hann var tilbýðjandi. Hann var einhver sem leitaði Guðs stöðulega. Og í 1. Mósebók 12. kafla þá sjáum við að hann reisir Guði altari þegar hann kemur inn í landið sem Guð var búinn að gefa honum, eða var hann ekki þar, í Betel og Æ, að þá reist hann drottni þar altari, ákallaði nafn drottins. Hann reisir drottni altari og hann ákallar nafn drottins. Svo sjáum við aftur á öðrum stað, þá gerir hann það sama. Í 13. kafla og 18. versi að þá hann kominn til Hebron og hann þar í Mamrelundi og hann setur upp tjöld sín þar, og það fyrsta sem Abram sem kallast þá gerir, hann reisir drottni altari. Hvað það fyrsta sem þú gerir þegar þú flyttur á nýjan stað? Bara spurning. Hvað það fyrsta sem þú gerir þegar þú ferð í sumafrí? Bara spurning. Reisur Guði altari, leitar upp í samfélag trúara, eða hvað gerur? Abraham, hann var tilbýðjandi. Hann var
lofgjörðarmaður og hann sem sagt reisti Guði altari mynd upp á bænahús. Hann reisti Guði bænahús hvar sem hann fór og hann var alltaf sem sagt í tengingu við Guð. Svo lesum við það að Guð gerði sáttmála við Abraham og hann fekk tákn umskurnarinnar. En það eru þessi tveir menn og það sem var að gerast á þessum tímum og það sem ég sé að Abraham, hann gjörði styrkur í trúnni að það var miklu meira þar á bakvið heldur en bara þessi spurning að eigna son. Við sjáum að hann maður trúarinnar í siðlausu og guðlausu þjóðfélagi, þá hann í bænahúsinu, hann ekki eins og Lot bróðir sem var pólitíkus í guðlausri borg, satt þar í borgarhlíðunum. Nei, Abraham, hann var maður Guðs, hann kom ekki nálagt þessum stöðum. En það svo merkilegt með Lot að hann byrjar að þegar þeir skilja Abraham og Lot, að þá fær Lot að velja. Abraham segir, Lot, þú mátt velja fyrst, af því að landið bar þá ekki báða, segir Biblían, og Abraham segir við Lot, heyrðu, þú mátt velja þér land fyrir alla hjörðina þína, svo vel ég á eftir. Lot, hann sér að Jórdansl sléttlendið mjög gott og fallegt og Biblían segir í 13. kaflanum að Jórdansl sléttlendið var eins og aldingarðurinn Eden. Þannig að borgirnar þarna, Adma, Sódóma og Gómora, þetta var alveg, landið var alveg dásamlegt, miklu flottara heldur en Tenerife og Florida og allur pakkin. Þetta var eins og aldingarðurinn Eden, segir ritningin. Þannig að þessir menn höfðu í raun og veru ekki afsökun fyrir því að þakka ekki Guði eða lofa Guð frekar en í dag. En þeir völdu annan lífsmáta heldur en að tilbiðja og lofa hinn lifandi Guð. En mér langar að segja ykkur að Abraham, við lesum í 14. kaflanum að það var konungur, það var konungur sem hét Kedor Laomer og hann var svona boss og hann var svona eins og það hét ríki sem hann hét Elam og Snorri sagði mér það að þetta var Babylon, hinn gamla, og þetta var heimsveldi á þessum tíma og hann fer í stríð við þessar þjóðir, þar á meðal Sódómu, Gómoru, Adma og Sebóim og af hverju fer hann í stríð? Jú, það var sama ástæða og í dag. Þeir hættu að borga í loftslagssjóðinn. Þeir neituðu því að það væri loftslagskrísa og sögðu bara að hann væri bullukall og þá bara fer hann í stríð vegna þess að þeir voru honum skattskyldir. Þetta var svona álíka gæi og já, einhver í dag, Evrópusambandið og allir þeir. En skrítið að leið og þeir neita borga, þá fer hann og herjar á Sódóm og Gómor og allar þessar þjóðir. Ég bara nefni þær, þið getið lesið allar hinnar þjóðirnar. Til að gera langa sögu stutta, að þá Sódóma hertekin og það bara allt hreinsað út úr borginni, þar á meðal Lot sem nú var komin inn í Sódómu. Af hverju þurfti Lot endilega fara inn í Sódómu? Ég sé enga ástæðu fyrir því hann þyrfti að búa þar. Af hverju valdi hann þá borg? Það voru fleiri staðir þarna í kring og við lesum borgina sem hann fór á til seinna þegar hann var búið að Sóar. Hún var eina borgin sem ekki var eitt af þessum borgum. Af hverju þurfti hann að vera þarna? En hann var þarna. En við sjáum að hann var hertekinn og það sem ég elska við þessa frásögn að þegar þetta heimsveldi búið að taka þarna og sigra margar þjóðir, að þá einhver sem kemur
í heimsókn til Hebron og í Mamre lund þar sem Abraham vinur vor sem sagt var í sínu bænahúsi og hann var kannski á svona, þú veist, föstudags bænastund eins og við höfum hérna og þá kemur einhver og segir honum að einhver sem hafði flúið að Lot bróður sonur hans hafi verið hertekinn. Og hvað gerir Abraham? Jú, hann hlustar á fréttirnar og síðan það að Abraham, þetta 14:14, frétti að frændi hans var hertekinn, bjó hann í skyndi 318 menn sína reynda, þá reyndir menn. Það voru ekki einhverju viðvaningar, það voru reyndir stríðsmenn og þeir voru fæddir í húsi hans. Þetta var lokal kirkja sem var með reynda stríðsmenn og þeir fara af stað. Nú, þeir hefðu ekkert verið að gera svo sem neitt sérstakt þarna nema þeir voru kannski í þjálfunarbúðum, voru sem sagt að leita Guðs en þegar að því kom að eitthvað þurfti að gera að þá fara þeir af stað og hvað gerist? Hann elti þá allt til Dan, skipti hann liðið sín í flokka, réðst á þá náttarþeli og hann og menn hans sigraði þá og rak flóttan allt til hópa sem fyrir norðan Damaskus, alveg alla leið upp til Sílans. Því sneri hann heimleiðis með fjárhlutina og bróðurson sinn Lot og fjárhluti hans hafði hann einnig heim með sér, sömuleiðis konurnar og fólkið. Mér finnst þetta svo frábært. Þarna heimsveldi og hér maður í bænahúsi með 300 manns og hann fer bara og sigrar marga heri og tekur herfangið af þeim. En nú skulum við lesa hérna aðeins áfram. En hann hafði unnið sigur á Kedor Laomer konungi og þeim konungum sem með honum voru, hélt hann heimleiðis og hélt heimleiðis. Fór konungurinn í Sódómu til fundar við hann í Savedal. Það að segja konungurinn í Sódómu, nú kemur hann og hittir Abraham. Eða Abraham eins og hann nefndur þarna, ég fyrirgefi mér þó ég kalla hann Abraham. Þar heitir nú Kóngsdalur og ég veit ekki hvort Snorri veit hvað það er. Hann sagði vera fyrir austan Dauðahafið. Austan Dauðahafið, já. Þannig að, já, stríðið gerist þarna fyrir norðan Dauðahafið á Sittim-völlum og já, þannig að þarna hittast þeir og það sem ég langar að vekja athygli á að hér kemur Melkísedek konungur í Salem með brauð og vín og menn að spekulur í hver þessi Melkísedek var en Hebreabréfið segir okkur að hann hefur hvorki upphaf né enda og menn að segja, þekki þið einhvern sem ekki fæddur og hefur aldrei dáið. Mér finnst allt benda til að þetta sé Jesús, sonur Guðs, vegna þess að hann var þarna á vappi sem við sjáum síðar. En biblíuskýrendur allavega, þeir segja að þetta sé einhver líkur honum og það sem merkilegt Melkísedek að hann var bæði konungur og prestur. Í Gamla testamentinu þá máttu konungar ekki vera prestar líka. Þið munið eftir sögunum Úsía. Konungar máttu ekki vera prestar, þeir máttu bara vera konungar og svo var önnur presta þjónusta. En þessi Melkísedek, hann bæði konungur og prestur. Þannig að hann kemur með brauð og vín, hann var presturins hæsta Guðs. Hann blessaði Abram, sagði blessaður sé Abram af hinum hæsta, Guði skapara himins og jarðar, og lofaður sé hinn hæsti Guð sem gaf óvinni þína þér í hendur. Abram gaf honum 10 af öllu. Konungurinn í Sódómu, takið eftir hann á fundinum. Konungurinn í Sódómu þarna. Hann hittir Melkísedek, hann hittir Abram og hann búinn að upplifa það að þegar heimsveldið tók hann til fanga og allt sem hann átti, að þá kemur Guðsmaðurinn og bjargar honum. Maður skyldi halda Nebúkadnesar hafði meira common sense heldur en þessir gaurar. Hann allavega sagði Guð Daníels meiri heldur en minn og það allir að tilbiðja Guð Daníels. En þessir konungurinn í Sódómu, þeir halda bara áfram sínu líferni.
en þeir eru búin að upplifa Guð, þar sem að virkilega talaði til mín þegar ég las þetta. Þeir upplifðu Guð, þeir fengu að vita allt um Guð, þeir fengu að reyna hjálpræði Guðs, Guð bjargaði þeim á neyðarstundu, en hvað gera þeir? Þeir hafna Guði og halda áfram að lifa í synd. Og það færir okkur inn í kafla 18 og þegar drottinn birtist Abram, að þá lesum við að hann birtist Abram. Og það er eftir þessa atburði. Fyrsta Mósebók 18:1. Drottinn birtist Abraham í Mamre-lundi hann satt í tjalddýrum sínum í miðdegishittanum. Hann hóf upp augu sín, litaðist og sjá að 3 menn stóðu gagnvart honum. Hann sá þá, skundaði hann til móts við þá út úr tjalddýrum sínum, laut þeim til jarðar, mælti Herra minn, hann ávarpa bara einn. Hafi ég fundið náð í augum þínum, þá gakk eigi fram hjá þjóni þínum. Leyfið að sótt sé lítið eitt af vatni. Spurningin af hverju ávarpar hann einn. Þekkti hann þarna það er bara spurning. Þekkti hann þarna Melkisedek eða, já, það eru mínar pælingar. Ekki segja að orðið segi það, en það er gott að bara íhuga það. Leyfið að sótt sé lítið eitt af vatni, að þér megi þvo fætur eða hvíliður undir trénu. Ég ætla að sækja brauðbita, þér megi styrkja hjörtiðar, síðan getið þið haldið áfram ferðinni úr því að þér fóruð hjá þjóniðar, þeir svöruðu gjörðu svo kemur hérna að þau slátra kálfi. Það var ekki farið út að kaupa hamborgara, það var slátra kálfi, baka deig, og þetta hefur örugglega tekið 2-3 tíma, en ég held að þeir hafi haft einhverja spestækni á þessum dögum, að þeir gátu gert þetta miklu fljótar heldur en við gerum það í dag, vegna þess að þetta var alltaf verið að gera þetta. Það kom gestur, það var slátra kálfi, það var hnoða deig, bakaðar kökur. Ég veit ekki hvort þetta var hægt að gera þetta hvort það voru til svona örbylgjuofnar, einhverjir spes á þeim tíma, ég veit það ekki. En hérna, mér finnst gaman að lesa þetta, ég veit ekki með þig, mér finnst gaman að pæla í þessu. En þarna sem sagt gefur hann þeim að borða, og svo spyrja þeir hvar er Sara, og þarna kemur boðskapurinn það að Sara muni eignast hérna barn, og Sara hlær, og drottinn heyrir að Sara hlær. Reyndar hafði Abraham hlegið líka, en hérna allavega þarna kemur fyrirheitið son aftur. Og svo lesum við að mennirnir tóku sig upp þaðan, horfðu niður til Sódómu, en Abraham gekk með þeim. Nú er þetta vers 16. Þá sagði drottinn, skildi ég dylja Abraham þess sem ég ætla að gjöra. Þar sem Abraham mun verða mikilli og voldugri þjóð, og allar þjóðir jarðarinnar munu af honum blessun hljóta. Og Snorri vorum aðeins að ræða þetta hérna, og Snorri benti mér á að Abraham hann fekk ekki að upplifa fyrirheitið sem sagt með hérna miklu þjóðina. Það kom seinna, það kom eftir hans dag. Stundum er fólk sem lifir, og það lifir í trú á drottinn, berst trúarinnar góðu baráttu, og bænasvörin koma eftir þeirra dag. Þess vegna eigum við aldrei að gefast upp. Takk fyrir það, Snorri, það var góður punktur. Þess vegna eigum við aldrei að gefast upp sama hvernig gengur. Því að hér segir að Guð er að tala við sjálfan sig, og hann segir á ég ekki að segja Abraham frá því sem ég ætla að gera. Því ég hef útvalið hann til þess að hann bjóði börnum sínum og húsi sínu eftir sig að þau varðveiti vegu drottins með því að iðka rétt og réttlæti, til þess að drottinn láti koma fram við Abraham það sem hann hefur honum heitið. Og drottinn mælti, hrópið yfir Sódómu og Gómoru er vissulega mikið og synd þeirra vissulega mjög þung. Og ég stoppaði við þetta orð hrópið. Mér myndi að ég hefði heyrt að einhvern tímann predika þegar ég var strákur, að hrópið hefði verið hérna að djöfullinn hefði ásakað sem sagt frammi fyrir Guði Sódómu fyrir syndir sínar, en ég gat hvergi fundið það núna. En það sem flestir biblíuskýrendur segja er að hrópið var hróp þeirra sem voru fórnarlömb ólifnaðarins í Sódómu. Það var hróp fátæklingana, sumir segja jafnvel að Lot hafi hrópað upp til drottins yfir öllum þeim illu verkum, en það var allavega, það var hróp sem kom til eyrna drottins. Og
hrópið yfir Sódóm og Gómorru vissulega mikið. Ég er að hugsa, allir sé hróp yfir Íslandi í dag? Gott að spyrja okkur að því. Hrópið yfir Sódóm og Gómorru vissulega mikið og synd þeirra vissulega mjög þung. Ég ætla því að stíga niður þangað til að sjá hvort þeir hafa fullkomlega aðhafst það sem hrópað er en sé eigi svo vil ég vita það. Þannig að við sjáum, svo sjáum við ferlið sem fer í stað. Nú byrjar Abraham, hann byrjar að biðja fyrir Sódóm og Gómorru. Hann er ekki að hatast út í fólkið í Sódóm og Gómorru, hann byrjar að biðja fyrir þeim og hann segir Drottinn, hann fer alla leið niður í 10, þið þekki söguna, hann byrjar á 50, fer niður í 10, ef ég finn 10 réttláta, getur verið að þú sem er dómari réttlátur, að þú gerir ekki það sem rétt er, að þú deyðir hérna réttlátur með þeinum ókvöðlegu, svona biður Abraham. Og ég trúi því systkini að við getum lært af Abraham og ég hef verið að biðja hérna eins og Abraham segja Drottinn, þú vilt þyrma landinu okkar vegna hinna réttlátu og ég verið að biðja Guð að reisa upp bænahermenn allstaðar á landinu til þess að Drottinn þyrmi og líka til þess að við fáum að sjá þessa þjónustu Abrahams mitt í öllu þessu rugli að það sé her af fólki sem hefur lausnar þjónustu á sama tíma og syndin flæðir yfir. Og það er það sem ég þrá að sjá í þessari kirkju að sama þó hvað fólk vil segja, sama þó að fólk segja það sé þetta eða segja það sé hitt, að það sé lausn hér fyrir þá sem eru þjakaðir og sem eru fórnarlömb syndarinnar. Við eigum að leysa þá sem eru fórnarlömb syndarinnar vegna þess að syndin, hún virkar lokkandi og laðandi fyrst í stað og virkar sæt en síðan eins og sagt vínið þetta eins og naðra sem spýtir eitri. Þannig að Guð, ég læri í gegnum þetta að við höfum þjónustu Abrahams enda erum við afkomendur hans og þannig að við sjáum þetta hérna. Síðan er það að Abraham, hann yfirgefur, það stendur hérna í 33. versi, Drottinn fór brott hann hafði lokið tali sínu við Abraham en Abraham hvarf aftur heimleiðis. Nú, Drottinn fór burt. Það er sagt, tala hérna að tvínast tóku mennirnir, þeir fóru í versi 22, segir að mennirnir sneru því brott og héldu til Sódóm en Abraham stóð enn þá frammi fyrir Drottni. Þannig að þarna voru 2 englar og Drottinn og spurningin er hvaða Drottinn? Textin segir Jehóva og ef við lesum fyrsta biblíuskýrandinn sem ég las, hann segir að þetta er mjög líklega Jesús Kristur áður en hann verður holdi klæddur. Og ég er sammála því að þetta hafi verið Jesús okkar áður en hann er holdi klæddur. Það var ekki Guð faðir vegna þess að enginn hefur séð Guð faðir, enginn hefur séð hann eða litið hann nema sonurinn. Það getum við lesið í Jóhannesar Guðspjallinu, 1. kafla á 18. vers og líka í Tímóteusar bréfinu, ég var með þetta skrifað einhver staðar, það er 6:16, 1. Tímóteusar bréf 6:16, að hann býr í ljósi sem enginn fær til komist, enginn leit né litið getur. Það er Guð faðir. Þannig að hér sjáum við okkar Jesú á ferð og þegar ég var að hugsa þetta, að þá segir líka það sem styður þessa, segir það að þegar Páll segir í í Korintubréfinu 10. kafla, talandi þá í eyðimörkinni, kletturinn sem fylgdi þeim var Kristur. Þannig að Kristur var með þeim í gamla sáttmála áður en hann varð holdiklæddur. Hann var andi með þeim og hann kemur þarna í líkamlegri mynd til Abrahams og talar við hann
mér finnst þetta ægilega spennandi, ég veit ekki með þig. Ég búinn að liggja yfir þessu núna í hálfa mánuð. Mér finnst gaman að stúdera þetta og lesa þetta, að Kristur, hann var þarna með þeim í gamla sáttmála og Kristur, hann kemur þarna og ef að Melkísedek er Kristur sem að ég trúi, vegna þess að það hlýtur að vera hann. Það er engin annar maður sem hefur enga byrjun og engan endi. Þannig að mín skoðun er að það hafi líka verið Kristur og hann hafi verið konungur og prestur í Salem sem er Jerúsalem í dag. Halleluja. Þannig að mér finnst frábært, hérna er það að við sjáum að englarnir, þeir fara niður til Sódómu, en Abraham heldur áfram að tala við Drottinn og hann heldur fer inn í fyrirbæn fyrir ástandinu. Og síðan er það þeir skilja þarna og við lesum aftur bara í 19. kaflanum, fyrsta versi, að nú koma englarnir kvöldi til Sódómu. Og það er, ef við lesum hvað gerist þá situr Lot í borgarhliði og það er svolítið athyglisvert með Lot sem er bróðursonur Abrahams. Hann virðist vera kominn í bæjarstjórn í Sódómu og svo lesum við hérna áfram að þeir koma þarna og hann veit hvernig borgarlífið er, þannig að hann leggur fast að þeim. Skulum bara lesa þetta. Þínast mælti hann: heyrið herrar mínir, vers 2, sýnið lítillæti og komið inn í hús þjóns ykkar, getið þið og verið hér í nótt og þú hefur fætur ykkar, getið þið þá risið árla á morgun og farið leiðar ykkar. En þeir sögðu: nei, við ætlum að hamast við á strætónum í nótt. Þá lagði hann mikið að þeim eins og þeir fóru inn til hans og gengu inn í hús hans. Hann bjóð þeim máltíð, bakaði á sitt brauð og þeir neittu. En áður en þeir gengu til hvíldar slógu borgarmenn í Sódómu hringum húsið, bæði ungir og gamlir, allur múurinn hvaðanæfa. Hugsið ykkur, þetta var fólk sem hafði upplifað það að Drottinn, trúarmaðurinn, hafði bjargað þeim og þeir eru ennþá á þessum stað. Þeir kölluðu á Lot og sögðu: hvar eru mennirnir sem komu til þín í kvöld? Leið þú þá út til vor að vér megum kenna þeirra. Og þið vitið hvað þetta þýðir, að þeir vildu hafa mögg við þá. Lot gekk þá út til þeirra út fyrir dyrnar og lokaði hurðinni að baki sér og hann sagði: fyrir hvern mun bræður mínir fremjið ekki þessa óhæfu? Og hér sjáum við Lot. Hann kallar þá bræður mínir. Hann er að reyna að segja: ég er einn af ykkur. Og hann er í málamiðlun og allt líf hans er málamiðlun. Og hérna, hvað gerði það fyrir Lot? Þetta sýnir okkur svo vel að við eigum ekki að fara í málamiðlun með okkar samfæringu. Það hjálpar ekki neitt. Heimurinn minn hataði þig alveg jafn mikið og jafnvel meira. Lot gekk þá út til þeirra og segir: já, fyrir hvern mun bræður mínu fremjið ekki óhæfu? Sjá, ég á 2 dætur sem ekki hafa karlmann kennt. Ég skal leiða þær út til yðar. Gjörið við þær það sem yður gott þykir. Og hugsið ykkur, ég meina, ég bara hugsaði hvort er betra, það sem mennirnir eru að gera eða það sem Lot ætlar að gera. Hann á 2 ungar dætur og hann býður skrilnum að taka þær. Og ég las aðeins þetta og það virðist vera að á þessum tíma að þá var gesturistnin, hún var hærri heldur en þín eigin fjölskylda. Að það var menningin var þannig að menn hugsuðu meira gesti sína, að þeir fengu hærra sæti heldur en þeirra eigin fjölskylda. En þrátt fyrir það að þá gera menn ekki svona að leiða dætur sína. En hins vegar, þegar við lesum áfram að þá varð ekki af því. Þeir svara honum: haf þau á burt. Þessi náungi er hingað kominn sem útlendingur og vill nú stöðugt vera siðors. Og athyglisvert að hann virðist hafa
fengi sæti í bæjarstjórn og verið að reyna eitthvað að malda í móinn, en þið sjáið móttökurnar sem hann fær, og þeir gerðu ákaf að þröngað honum að Lot og gengu nær til að brjóta upp dyrnar, og þá seildust mennirnir, það er að segja englarnir, út, drógu Lot inn til sín, lokuðu dyrunum, en þá sem úti fyrir voru slógu þeir blindu, smáa og stóra, svo þeir urðu að gefast upp við að finna dyrnar. Hér kemur eitthvað yfir náttúrulegt inn í söguna. Englarnir, þeir bara blinduðu, þeir sem sagt notuðu yfir náttúrulegan kraft til að blinda mennina, alveg eins og Páll postuli gerði þegar Elímas töframaður stóð gegn honum. Mennirnir sögðu við Lot: átt þú nokkra fleiri þér nákomna? Og hér sjáum við hjarta Guðs. Guð, hann hugsar ekki bara þig, hann hugsar þína fjölskyldu líka. Og nú er það að englarnir segja Lot að yfirgefa borgina. Átt þú nokkra fleiri þér nákomna tengdasyni dætur alla í borginni sem þér eru áhangandi skalt þú hafa á burt héðan, því að við munum eyða þennan stað, af því að hrópið yfir þeim fyrir drottni er mikið, og drottin hefur sendt okkur að eyða borgina. Drottin hefur sendt okkur að eyða borgina. Mér finnst það mjög... það bara kemur við mann að lesa svona, en tengdasynir hans, þá gekk Lot út og talaði við tengdasyni sína, og þegar við lesum, þeir höfðu, jafnvel þó þetta væri svona syndugur kultúr, að þá var þessi hefð að menn áttu heitkonur og tóku þær ekki að heiman fyrir brúðkaup hafði farið fram. Að Biblían segir að þeir eru kallaðir tengdasynir. Þá gekk Lot út, talaði við tengdasyni sína sem ætlaði að ganga eiga dætur hans, og mælti standið upp skjótt og farið úr þessum stað, því að drottin mun eyða borgina. En takiði nú eftir tengdasynir hans hugðu að hann væri að gera gamni sín. Ef við bökkum aðeins, ef að drottin, hann segir, ætti ég að dylja Abraham þess sem ég ætla að gera. Í Amos 3:7 segir drottin, hann gjörur ekkert nema hann kunngjöri áður þjónum sínum, spámönnum, þar sem hann ætlar að gera. Hugsið ykkur í dag, ef að Guð myndi tala til þín og hann myndi segja: syndin er orðin svo mikinn á þessum stað að ég ætla að eyða þennan stað, og þú færir og segir öðrum frá. Yrðu viðbrögðin þau sömu? Jónas fékk að upplifa önnur viðbrögð, að Níneve, þeir iðruðust þegar hann kom með orðin. En hérna, ég veit ekki hvort að þeir þekktu ekki þessa hlið á Lot, að hann væri að koma með Guðsorð og viðvörun. Þeir þekktu bara ekki þessa hlið. Þeir héldu bara að hann væri að gera gamni sínu. Dagur rann, ráku englarnir á eftir Lot, sögðu: statt upp skjótt. Það konu þína, báðar dætur þínar, sem hjá þér eru, svo þú fyrirfarist ekki vegna syndar borgarinnar. Og nú sjáum við, en hann hikaði. Spurningin trúði Lot virkilega ekki að þetta væri að gerast? Hann búinn að heyra þetta, hann búinn að sjá englana, hann búinn að sjá allt, en samt eins og hann hikar við. Þetta virkilega satt? Hann var að reyna að segja tengdarsonum, ekki furða þó, þeir tryðu honum ekki ef hann hafði ekki sannfæringu fyrir því sjálfur. En hann hikaði, tóku mennirnir í hönd honum, hönd konu hans, hönd af báðum dæturum hans, af því að drottin vildi þyrma honum, leiddi hann út og létu hann út fyrir borgina. Og þeir höfðu leitt þau út, sögðu þeir: forða þér, líf þitt liggur við. Lít ekki aftur fyrir þig, nem hvergi staðar á öllu sléttlendinu, forða þér á fjöll upp að þú farist eigi. Þá sagði Lot við þá: æ nei, herra. Hann alltaf að kvarta. Hann svo ólíkur Abraham, þessi maður. Það eina sem tengir á saman að þeir voru frændur. Hér hann ennþá að mögla, það verið að bjarga honum út úr brennandi húsi eða brennandi borg, og hann ennþá að mögla.
Æ nei herra, sjá þjónn þinn hefur fundið náð í augum þínum, þú hefur sýnt mér mikla miskunn að láta mig halda lífi. En ég get ekki forðað mér á fjöll, ógjafan getur komið yfir mig og ég geti dáið. Sjá þarna borgin nám, þangað get ég flúið. Hún lítil, ég vil forða mig þangað, hún ekki lítil? Og ég mun halda lífi. Drottinn sagði, sjá, ég hef einnig veitt þér þessa bæn að leggja ekki eyði borgina sem þú talaðir flýt þér, forða þér þangað, því að ég get ekkert gert fyrir en þú kemur þangað. Vegna þess að nefna menn borgina Sóar. Sólin var runnin upp yfir jörðina Lot kom til Sóar. Drottinn lét rigna yfir Sódóm og Gómor brennisteini eldi frá drottni af himni. Hann gjöreytti þessar borgir, allt sléttlendið alla, íbúa borgana og gróður jarðarinnar. Hér kemur borganna, það voru þessar 4 borgir. En kona hans leit við að baki honum og varð að saltstöpli. Mér finnst þetta svo mjög sorgleg saga með þessa fjölskyldu og þegar Abraham endar í 10, það var einhver sem kannski hugsaði sem svo, hélt Abraham kannski að Lot væri búin að vinna kannski 6 til trúar, að það væru 10 réttlátir, en við sjáum það að það voru ekki 10, þannig að Drottinn eyðir borgina en hann bjargar samt hinum réttlátu. Hann þymdi ekki borgina, hann hefði þymt borgina ef það hefði verið 10, en af því að fundust ekki 10 og Abraham stoppaði þar, þá bjargar hann samt Lot. Og svo lesum við Abraham gekk snemma morguns þangað hann hafði staðið frammi fyrir Drottni og hann horfði niður á Sódómu. Og já, flesti telja þetta sé þarna við norðurhlutan á Dauðahafinu, það ekki? Að þær séu þar grafnar undir þessar borgir, það talið, og Abraham þarna í Hebron, þannig að hann horfir niður á slettuna. En það sem langaði að segja Lot, að það virðist vera að Lot hafi haft svo mikið af áhrifum heimsins, það var ómikið af heiminum í honum til þess að hann geti verið glaður í Guði. En hann átti líka ómikið af Guði til að geta glaðst í heiminum. Hugsið ykkur. Það var ómikið af heiminum til þess að hann geti verið virkilega lifa sigrandi lífi í Guði. En svo var líka ómikið af Guði til þess að hann geti verið glaður í syndinni. Þannig að málamiðlun virðist hafa orðið hans lífsmáti. Meðan Abraham var í bænahúsinu, satt Lot í borgarhliði og það í Sódómu. Abraham, vers 27, 19. Abraham gekk snemma morguns þangað hann hafði staðið frammi fyrir Drottni. Hann horfði niður á Sódóm og Gómoru yfir allt sléttlendið og sá að reyk lagði upp af jörðinni, því líka sem reykur úr ofni. En Guð eyddi borgirnar á sléttlendinu, minntist Guð Abrahams, leiddi Lot út úr eyðingunni, þá hann lagði í eyðiborgirnar sem Lot hafði búið í. Hann minntist Abrahams. Þegar við lesum í Pétursbréfinu, það er svolítið skrítið, að þá Pétur að tala hinn réttláta mann, það annar kaflinn í Pétursbréfinu sem ég fór í áðan, og það er bara gott að hugleiða þetta aðeins. Vers 7, annar Pétursbréf, annar kafli, vers 7, en hann frelsaði Lot hinn réttláta mann mæddist að svívirðunum og lifnaði hinna guðlausu. Sá réttláti maður bjó meðal þeirra og mæddist í sinni réttlátu sálu dag frá degi af þeim ólöglegu verkum hann sá og heyrði. Ég var að lesa kommentari á þetta og það að segja álit, og sá sagði að það var kannski erfitt fyrir okkur að sjá að Lot hafi verið réttlátur, eins og það kannski stundum erfitt fyrir okkur að horfa á suma kristna, okkur finnst þeir ekkert réttlátir, en Jesús hefur samt réttlætt þá, og
það greinilegt að við vitum að Abraham var sáttmálamaður Guðs. Ég veit ekki hvort Lot var umskorinn á sínum tíma, en allavega hann kemur inn í sáttmála við Guð í gegnum Abraham. Það finnst mér, það mín skoðun. Og eins og ég segi, Pétur með þetta að hinn réttláti maður, en þegar við lítum á Lot í Gamla testamentinu, þá finnst okkur hann bara ekkert réttlátur, og líka að það svo mikil, það eins og sé eftirsjá, það eins og hafi verið eftirsjá hjá konu Lots eftir munaðarlífinu í Sódómu. Og þetta bara virkilega, já, talaði til mín, hvar erum við? Hvað elskum við? Það talaði í Tímóteusarbréfinu að það muni verða á hinum mestu dögum að menn elska munaðarlífið meira en Guð. Þeir elska munaðarlífið meira en Guð, og það virðist vera að Lot hafi verið þar, því að það snerist allt þegar að hann fékk að velja, þá valdi hann besta staðinn, svo færði hann sig hægt og rólega til Sódómu þangað til hann var kominn inn og orðinn þáttakandi í þeirra líferni. Og það svona sorgleg saga að sjá hvernig líf Lots endar, að hann fer með dætur sínar út úr Sódómu, og það eins og þau taki Sódómu með sér. Að þær leggjast með föður sínum, segir ritningin, og ala honum afkvæmi, þær hella hann fullan, og þær leggjast með honum sitt í hvoru lagi og eignast börn með honum. Og við lesum hérna í 19. kaflanum frá 37. versi: Þannig urðu bæðar dætur Lots þungaðar af völdum hans, hinn eldri úr honum son, og nefndi hann Móab. Hann ættfaðir Móabíta allt til þessa dags. Hinn yngri úr honum son, nefndi hann Ben-Ammi. Hann ættfaðir Ammoníta allt til þessa dags. Og það svolítið svo sorglegt að lífið hans Lots, það má segja að það hefði endað í rúst, og það má segja að hann hefði sóað lífi sínu í stað þess að reisa Guði altari einhvers staðar eins og Abraham og ganga með Guði, að þá sóað hann lífi sínu inn í Sódómu. Og einn hérna, ekki áhrifavaldur heldur kommentari, segir að það má segja að líf hans hafi endað í rúst allt vegna elsku hans til heimsins og mála miðlun sem af því stafaði. Líf hans endaði í rúst af því hann fór í málamiðlun, og hann elskaði, þó hann væri kristinn, þá elskaði hann heiminn meira en Guð. Og þegar við berum saman að niðjar Abrahams og niðja Lots, niðjar Abrahams, það má segja Ísrael kemur í gegnum Abraham, og síðan kemur Jesús Kristur í gegnum Abraham. Galatabréfið 3:16 segir að Kristur afkvæmi Abrahams, og þeir sem, Galatabréfið 3:29, þeir sem trú á Krist eru líka afkomendur Abrahams. Þannig að við hér í dag erum afkomendur Abrahams. En hverjir eru afkomendur Lots? Við getum lesið það hérna, bara ég hugsa Snorri sé með það hérna á harðadrifinu hjá sér, en ég ætla bara að lesa það hérna í orðaskýringum í hérna gömlu biblíunni, ef ég finn það. Ef við tökum Ammoníta, þá voru þeir þjóðflokkur, þetta eru afkomendur Lots, þjóðflokkur sem settist að fyrir austan Jórdan á 13. öld, þá eru þeir ennþá þar fyrir Krist, og stofnaði konungsríki kringum ána Arn-Amman. Talið var að þessi þjóð væri afkomandi Lots, bróður sonar Abrahams. Allt frá dómaratímabilinu áttu Ammonítar í stríði við Ísraelsmenn. Þar kom að Davíð konungur lagði þessa þjóð undir sig. Mörgum dómsorðum spámanna beint gegn Ammonítum. Þannig að afkomendur Lots urðu óvinir Guðs, óvinir Ísraels, óvinir fyrirheitisins. Það finnst mér svo alvarlegt. Þeir urðu óvinir fyrirheitisins. Þess vegna trúi ég að Guð
hafi sagt við okkur að nú sé tími til þó við séum réttlætt, ekki láta þig nægja að vera réttlátur. Þú ert að styrkjast í trúnni eins og Abraham og verða öflugur í stríði og taka land fyrir Drottinn. Sama hvað gengur á í heiminum, sama hvaða hugsunarháttur og það er svo skrítið að kenningar illra anda virðast vera orðnar ríkjandi í okkar landi og bara í heiminum. Ég var að lesa í gær, bara stutt að enda blogggrein eftir kennara og ég er svo hissa á því að hann hafi fengið að halda starfinu sínu eftir öll sín blogg. Það hlýtur að vera eitthvað í kringum hann. Hann heitir Páll Vilhjálmsson og hann kom með þessa klausu hér að ríkjandi kenningar í hinsegin fræðum, og það var í tilefni hinsegin dags í gær, eru að hægt sé að fæðast í röngum líkama. Það er hægt að fæðast í röngum líkama. Kyn er hugafar, ekki hlutlæg staðreynd. Kyn er hugafar. Hugsaðu bara aðeins um þetta. Kyn er hugafar. Alþingismennirnir okkar eru með þennan fána, ég sá eina í gærkvöldi. Kyn er hugafar. Hvernig getur menntað skynsamt fólk bara komið undir svona kenningu? Ég skil það ekki. Kyn er hugafar en ekki hlutlæg staðreynd. Með yfirlýsingu er hægt að skipta um kyn. Karl, orðið kona, kona, karl. Með yfirlýsingu er hægt að skipta um kyn, karl, orðið kona og kona, karl, með yfirlýsingu. Við þurfum trú Abrahams á þessum tímum og við þurfum ekki að ásaka þetta fólk, við skulum biðja fyrir því. Við skulum biðja fyrir þessu fólki, fyrir æsku þessarar kynslóðar, að Drottinn fái að varðveita þetta fólk. Að Drottinn fái að varðveita æskun okkar frá þessum hugsunarhætti. Vegna þess að við höfum, þetta er ekkert nýtt, við höfum söguna í Sódómu og Gómoru og allstað þar sem þessi saga endurtekur sig, það er búið að vara okkur við, þá kemur dómur Guðs. Og það er það alvarlega við það. Og þess vegna þurfum við að íhuga það sem Guð hefur til okkar talað. Og númer 1, númer 2 er þetta að vera styrkur í trúnni og vera á þeim stað sem Abraham var, vera fyrirbiðjandi fyrir land og þjóð. Ég trúi að Guð hafi kallað okkur til þess. Þú getur ekki samfært fólk, þú getur beðið fyrir fólki. Amen. Og við skulum bara enda þessa stund á að þessa útsendingu. Ég vil bara blessa þá sem að hafa hlýtt, hafa nefnt að horfa allan tíman og já, segja hafur ekki tekið á móti Jesú Kristi, þá er boð hans í dag að þú getur komið inn í trú Abrahams, þú getur gefið Jesú Kristi líf þitt og hann er bara einni bæn í burtu, þú yðra synda þinna og leyfir Jesú að taka stjórn á þínu lífi. Amen. Og Faðir, ég bara þakka þér fyrir alla þá sem að hlýddu og hlýða á þessi orð í dag og þakka þér fyrir að þú ert okkar Guð, þú ert Guð Abrahams, þú ert Drottinn, þú ert Jesús, þú ert Kristur. Amen. Og þá ljúkum við þessari útsendingu í dag og Snorri Endarsson komin að hér. Já, við erum bara komin að endi þessara stundar, en ekki bara ákallið sem að kemur út úr þessari